Já, góða kvöldið og velkomin aftur í Míludeildina. Við erum að fara í Upper Final hérna í kvöld milli Arena Gaming og Clutch. Með mér er Brimar Bróskallinn, velkomin. Já, sæll og blessaður, takk fyrir það. Það er alltaf gaman að vera hérna. Já, hérna spennandi leikur, stefnir allt í spennandi leik. Höfum séðu keppa einu sinni, þessi lið. Já, það var koma óvart. Já, það kom á óvart hversu ójafnt það var kannski. Það er það helsta. En þessi lið eru búin að vera frekar örugg með alla sína sigra fyrir utan það. Já, það hefur ekki verið erfitt fyrir þessi tvö lið fram að þessu. En núna mun taka á. Þar sem að ég veit að bæði lið eru búin að vera æfa svolítið strangara kannski. Og ætla að taka þess aðeins alvarlega í kvöld, vona ég. Já. Þannig að Clutch fer inn í hennar leik held ég sem favorite, klárlega. Já, algjörlega. Þú veist, núna þetta var náttúrulega, þær rústuðu pínu síðustu leik og þær voru unnu síðasta deildatitilinn segi ég. Þannig að, og þetta er bara nákvæmlega sama line-up. Já, síðustu 3 meira þess að. Já, nákvæmlega. Þannig að ég hef eiginlega bara enga trú að öðru heldur en að segja að Clutch bara séu sterkara lið og Arena Gaming þurfa að finna einhverja lausn til að brjóta þennan vegg, sko. Já, klárlega. En við ætlum að skoða eina brackets fyrir double elims, sjáum hvernig við stöndum í deildin í dag. Sjáum hérna Upper Final Clutch Arena Gaming eftir 2-0 sigra hjá hvoru liði gegn Ravi Hut og Gold Diggers hvort. Á mánudaginn förum við í að verður spilaður leikurinn milli Ravi Hut og Gold Diggers, ekki á streymi, kannski tekur ykkur að sér að streyma því, en það verður ekki stúdíó. Og þær keppa þá í næstu útsendingu eftir 2 vikur gegn þeim sem tapar inn í kvöld hjá okkur í Lower Final. Og vonandi fáum við þá spennandi Grand Final eftir 4 vikur. Já. Má ég það? Næðu tími til að æfa fyrir öll þau lið sem að eiga séns á því. Já, nákvæmlega. Við erum bara að gefa þeim smá séns að strax eftir leiki að skoða betur og læra inn á þetta. Og við vorum náttúrulega með mjög stutt tímabil hann á milli deilda. Þannig að þetta er vonandi að gefa þeim smá andrúmsloft til að æfa sig og preppa fyrir næstu leiki. Já. Ef ekki að renna yfir line-upin hjá hvoru liði, sjá hérna hverjir eru að spila í kvöld. Hjá Arena sjáum við Áskvís mæta aftur ásamt Mist, Barasara, Per og Elger. Sunny hérna dettur út frá spilaði fyrir Ástísi fyrir 2 vikum. Já, var bara mjög flott. Stóð sig vel. Stóð sig virkilega vel, sko. En main line-up hérna í kvöld, þannig að ættum vonandi að sjá sterkara lið hérna með Ásdís inni. Kemur hérna aftur á Initiator. Þannig að já, það var svona kannski það helsta sem að vantaði akkurat hjá þeim var svona betri bara Initiator, en mér fannst samt bara af því að þær voru að spila svo vel bara sem einstaklingar að þær náðu að búa til þessi tækifæri bara án þess að vera með einn Initiator, og sérstaklega eins og Mist var að spila. Hún náttúrulega var alveg trillt hana fyrir 2 vikum og var að spila Sentinel og bara rústaði þessu sjálf eiginlega. Já. Það var í rauninni ótrúlegt að sjá hvað þeir gátu gert án þess að vera með svona kannski akkurat besta Initiator. Sárt að heyra þeir rústa þessu, sko. Spila á móti mínu lið. Já, ég veist, Ég var viðstaddur líka. En kíkjum núna á line-upið hjá Clutch. Sjáum hérna Lullified, Batti, Lulu, Kate og Waffleep. Ekkert sem við óvön. Clutch hins vegar spila 6 manna line-up þar sem að Delulu og Claudia eru svolítið að rotate inn og út. Claudia náttúrulega á reysinni þeirra, eini race-playerinn, og kemur inn á þeim uppum þar sem að hún spilast svona Lotus, Fracture, hvað annað, Bind. Já, það er náttúrulega
þetta svo gríðarlega sterkt að vera með þarna 2 spilara sem að geta verið að hoppa inn og út. Liðið búið að venjast í að spila með þeim báðum, það greinilega klikka allar vel saman og við sáum það í síðustu deild, við sjáum það í þessari deild, þetta bara gengur upp sama hvernig þeir sitja þetta saman og þær eru bara búin að gera þetta gríðarlega flott lið og bara þessi hópur orðin fáránlega sterkur saman. Klárlega. En við undirbyggum smá svona skemmtilegt head to head sem við vildum skoða hérna úr síðustu 4 leikjum sem hafa verið spilaðir í deildinni. Þetta verða kompstats greinilega. Já, en samt sem að skemmtilegt að sjá hvernig leikmenn eru að standa sig þá utanmóts. Já, algjörlega. Tökum hérna til dæmis Mist og Kate, bæði greinilega mjög sterkir leikmenn, spila með Positive KT consistently, bæði í deildinni og bara utan hennar. Leikmenn sem eru actually að spila leikinn og actually að sinna þessu. Það líka skemmtilegt að sjá, en veistu, hefur einhverja hugmynd hvað rankið hana? Við erum að tala kompstats hérna, þannig að veistu hvar þær eru svona staddar í rank í dag? Mér skilst að Mist sé High Diamond og Kate sé High Ascendant. Þannig að já, það smá munur hann á milli, en ekkert mjög mikill samt. Ekki mjög mikill. Er maður ekki ofta detta hana upp og niður? Jú, að líka fyrir eftir hvernig fólkið átt að kjúa með hvort það sé að draga upp eða niður. Já, akkurat. Ég get ekki sagt það hjá þeim. En ég held að vídeóið fara að vera tilbúið. Já, það væri gaman að sjá. Er einhver möpp sem þú átt að búast við frá þessum liðum? Sko, mér finnst Abyss pick frá Arena ekki ólíklegt. Nei, þær hafa elskað þetta mapp allavega. Viljum við það frekar mikið? Fracture bann til að byrja með og Abyss bann. Ég ætla að gera ráð fyrir því að það séu Arena sem eru að banna Fracture og það eru Clutch þá sem banna Abyss. Fyrsta mappick hérna hjá Arena er Pearl. Höfum séð þar áður þar og Split fyrir Clutch, höfum séð bæðilið spila þar líka. Split er búið að vera mjög vinsælt á þessu móti bara. Það kemur virkilega óvart. Split er ekki mapp sem að maður sér oft einhvern veginn spilað bara almennt og er frekar einhvern veginn svona ég veit ekki, það er svo umdeilt mapp. Það er lokað, það er ekki mikið svæði til að svona búa til eitthvað og já, þetta er bara mapp sem að einhvern veginn er miklu meira séð hér held ég einhvers staðar annars staðar. Gæti alveg vel verið. Sko, fáum Lotus Decider hérna. Ef við förum í Decider þá höfum við séð Venus spila á móti Clutch þar. Já. Vísu annað lið bara. Já. En það fór ekki mjög vel hjá þeim. Nei. Þannig að nýtt roster gæti breytt öllu hérna. Já. Og þær vilja kannski reyna þetta aftur. Þær voru alls ekki slakar á Lotus á síðasta tímabili, unnu Valkyrjur þar og eitthvað, þannig að ekki lélegt mapp fyrir þær, en gríðarlega sterkt mapp hjá Clutch, en kannski líka bara svolítið svona eitt af tvennu illu. Banana Haven ekki slakt mapp hjá þeim heldur, þannig að ég veit ekki, ég man ekki eftir að hafa séð allavega þetta line-up vera að spila Lotus, þannig að ég bara hreinlega get ekki sagt til það, en það væri voða gaman bara að fá að komast í það og ég er virkilega vonast til að við séum að fá betri leik núna heldur við fengum í deildinni. Og þær hafa nú fengið akkurat eins og við töluðum að nóg tíma til að koma sér í gang. Arena Gaming liðið bara í heildina búin að vera vonandi að æfa á bara fullu. En þetta lið, þetta er með virkilega gott potential en það vantar einhvern veginn alltaf eitthvað hjá þeim, finnst mér. En
hrikalega stóru nöfnana í þessu liði sem hafa verið að spila bara frekar lengi. Þannig að ef þær eru á góðum degi þá held ég að þeir geta alveg tekið þetta. Algjörlega, og við höfum bara séð frá þessu liði, bara consistently verða þeir betri og betri með tímanum. Þær hafa bara, þær byrjuðu kannski smá svona rocky og leikinu þeirra til að byrja með voru margir tæpar en þeir kannski hefði átt að vera. Já. Að einhverju leyti. En síðan bara höfum við bara séð liðið verða sterkara og akkurat sáum það bara þegar þær kepptu á móti 3. sæti Gold Diggers fyrir 2 vikum. Liðið sem ætti að vera næstum í getustigi og það var bara ekkert alltaf rosalega tæpuð leikur. Nei, mér fannst það reyndar gefa pínu eftir þegar það voru komnar í þægilegar stöður og það eitthvað sem þú mátt alls ekki gera hérna í kvöld. Voru komnar hana bara frekar og örugglega, man ekki nú 10-3 eða 11-3 eða eitthvað yfir og töpuðu síðan slatta ráns eftir það í staðinn fyrir bara að klára leikinn. Og voru ekki að nota, fannst mér Ultimates nógu mikið, mér langar að sjá meira af Ultimates notað í þessum leik og bara algjörlega bara sprengja hvert ránd eins og þau getur sko. Þú ert að fá sprengju á móti þér í Clutch, þær elska að spila ofan í þér, þær elska að fara bara í andlitið, þær elska bara, þær eru svo öruggar með sig að þær ætla að vinna alla gunfight sem þau sjá. Já. Þú þarft að vera tilbúin, já. Núna höfum við séð þessi 2 lið spila Lotus á þessu tímabili gegn hvor öðru. Já. Og það var akkurat mappick hjá Arena þá. Spiluðu hana Teo Breachin og spiluðu svolítið mikið retake comp. Og en fengi og mjög mikið postplant. Sterkt postplant comp. En oft þá misheppnaðist að actually spila í kringum postplantið eða retakein þeirra voru bara svöru með ennþá dýpra pussi frá Clutch, þannig að þau verða svolítið að vera tilbúin fyrir það. Ég gerir ráð fyrir því að Clutch hafi valið attack. Ég held að þær hafi valið að byrja attackers í hvert einasta skipti sem þeir fá að velja. Já, það er sama hvað map það er. Já, það er akkurat málið. Þær elska að spila þennan leik, að vera bara, þær bara trúa algjörlega á sig að þær eru betri og það hvernig þær vilja spila djúpt, þær vilja spila bara öruggan leik og þær kunna það svo vel. En ég held að við séum bara að fara skella okkur yfir í leikinn. Leikmenn fara bara að vera klárir. Agent Prediction, já, ég held við sjáum Söru aftur á teginum, áskvís á Breach. Risagisk, mist á Deadlock. Ég held að það sé verið á Vice. Vice? Var hún á Vice? Hún var á Vice og síðast. Okay. Vice náttúrulega gríðarlega sterk og Waffly á Yoru. Það breytist aldrei. Nei, það búið að vera öll map. Spurning hvort við sjáum Bat þá á östru. Já, það ekki. Ásamt Peru. Mér finnst Astra einhvern veginn alltaf vera pikt á þessu mappi. Mér finnst hún mjög skemmtileg líka bara á þessu mappi. Mjög sterkt pick. Bat hefur venjulega verið controllerinn þeirra en Kate segi og mér líður eins og ég hafa aldrei séð hann að spila östru og það hafa alltaf verið Bat sem tekur östruna á þeim mappum. Já. Þannig að mér finnst það líklegast sjáum örgulega ekki Cloudy á þessu mappi, heldur Lullified líklegast bara á ISO-num. Já, spila mikið ISO. Mér finnst þetta að vera skemmtilegt race map. Ég veit ekki hvað það er. Það er eitthvað við þetta map sem að bara, það er skemmtilegt að komast þarna inn í gegn með race í miðjunni og getur búið til pláss með sprenginni inn í öðru megin og lappað inn hinum megin og bara einhvern veginn búið til svo mikið pláss og það sem að skiptir svo gríðarlega miklu máli á þessu mappi. Það svo mikið af svæðum sem hægt að taka og liðið sem að hefur meira kontrólaði eiginlega alltaf að fara svona stjórna hverju rándi fyrir sig og bara stjórna leiknum, finnst mér. Já, eitt sem hefur verið svolítið áhugavert við leikstílinn hjá Clutch er að þær hafa rosalega sjaldan verið með einn einasta initiator. Já. Og ég held að það sé ekki að fara að breytast í kvöld. Ég held að þær sé ekki að breyta miklu hjá sér. En það
myndi maður ekki sjá ástæðuna til þess. Nei, ekki beint. Þannig að það hafa verið að spila mjög mikið double duelist, double sentinel og síðan bara controller. Eða jafnvel bara double controller og 1 sentinel og Jórún hefur alltaf svolítið verið að taka þetta meira svona slakari duelist rólið þar sem hann að spila fyrir flössi sína og eitthvað. Já. Það spila bara svolítið öðruvísi en maður myndi kannski telja hefbundið. Já, mér finnst Clutch aldrei hafa verið að spila hefbundin leik en þegar þú ert komin á þetta level, ert það góður og treystir liðsfélögunum þá skiptir það ekki beint máli á meðan þú getur spilað í kringu liðið þitt og þið viti hvað þið eru að gera þá algjörlega getið þið bara búið til hvað sem er og á meðan þið eru örugg með ykkar pick þá eru þið bara að fara að sjá eitthvað virkilega flott. Sjáum það ofta eins og með Fnatic í stóru deildunum. Þau elska að pikka svona pínu out of the box en eru bara svo örugg með sig að bara virkar. Já, en við erum komin inn í agent pick og sjáum bara nákvæmlega það sem við byggust við frá Arena og næstu því rétt Clutch. Þannig að Kate ætlar að taka austurina núna og Bat fer á Vice. Og Delulu ekki að spila, heldur Claudia að spila á þennan leik. Er það ekki reisleikur eða? Phoenix. Phoenix? Hún spilaði Phoenix síðast. Alveg rétt. Algjörlega búin að gleyma því. Nú verður að útskýra Phoenix picki á þessum appi fyrir mig. Sko, þetta bara til að taka fight. Þetta bara Sage, Harbor. Eitthvað að leika sér að hofra. Nei, mér finnst líklegt að hún fari bara aftur í Phoenixin og lokki það, en Phoenixin bara eina til að taka fight. Jóru núna að fara dett í main initiator rólið. Nei, triple duelist, main duelist rólið segja. Og Lullified og Claudia ætla bara að skjóta hérna í þessu leik. Já, ok. Þetta er ákveðin stíl og þetta er mjög aggressiv stíl eins og vorum að tala Reyndar, já, engin initiator, triple duelist í staðinn. Þetta lítur pínu út eins og þessi að fara að spila bara fyrir sjálfan sig. Það pínu þannig, en á sama tíma mikið svo getur föndrað með Astraeus til og kannski ekki jafn mikið svo getur föndrað með Vice, þannig að það ekki mjög mikið utility í liðinu hjá Clutch. Þú ert með Astra-púlið og stönnið og þú ert með allt þetta Jóru bull, en frábrugðið því þá ert ekkert með rosalega mikið util. Jú, að vísu búið að breyta ISO-unum þannig að undercutinn hans suppressar í leiðinni. Já. En bara aftur á móti þá mista hann einn þeirra í staðinn, þannig að hann bara með 2 utility í rauninni og skjöld. Já, það verður skemmtilegt að sjá hvernig það verður notað, en við erum að byrja hérna og það ákveðið að fara bara allar midsins með. Cutting through. Fá hérna info á Vice-ina along þegar hún flassar í gegnum art. Pera með snöggan smókina. Veggurinn kannski ekki alveg nógu góður til að loka þessu línu og Pera með opnunina inn í hennan leik. Samt kom þar inn í art. Elgar hérna með aggressive swingin í main, engin smoke til að hjálpa henni þar. Og Spikeinn mun fara niður hérna safe inn á A og það 4-4. Waffly samt mjög lág. Tekin hérna mist sem að ekki clearuð í Rubble. Mist með 2 inn á side og báðir playerar bara komnir í connector og Spikeinn verður bara diffusaður hér, engin von að spila postplant hér. Og drullu góð byrjun bara fyrir Arena. Það eins og við talaðum á að Mist spila eins og brjálæðingur hérna fyrir 2 vikum og ætla klárlega að byrja svoleiðis aftur núna. Clutch spilaði þetta ágætlega til að byrja með, komið sér inn, náðu sætinu, náðu plantinu, en bara
ágætis hugsun Misstu til staðar hana. Já. En eins og ég segi þá bara kom þetta svolítið niður á gunfights þar sem að utilið var bara ekki til Algjörlega og líka til að gera neitt meira. Já, bara ekki almennilega klírað. Klaufaskapur hérna að klíra ekki mist, þannig að já, í dugout. Og Elker kominn á outlawin hérna nær 2 á longinu, Batt líka tekið niður í 10, einhverju kollattana og hún heldur bara annarri línu hérna. Pullback smókuð, fellur ekki fyrir því. Tengir ekki við hana og felld. 3 og 4 hérna, ná ekki að tryggja sér byssu samt sem aður og fara í rotate. Batt hérna leiði þær með 10 HP. Það farið var æð þar sem að Mist bara býð eftir þeim. Það er alltaf gaman að sjá outlawin í svona rounds. Svo einfalt þegar að tekur orbin og vita núna af þessu pussi. Hellingur á standi. Þórs fara upp og þau verða að virða þessi spikes. Það er dauðadæmt að reyna að labba í gegnum þetta. Flassið líka uppi hjá Mist. Flassið gott og Mist fellir einn, spækinn fer niður. En hann klírar ekki smókinn almennilega en ekki refstað fyrir það þar sem pera hana til að redda málunum. Og mjög gott anti-ego hérna hjá Arena. Býða hérna með diffuse til að ná í outlawin, sýnist mér. Já, það er bara akkurat það sem þeir eru að gera. Skemmtilegt round. Já, mjög skemmtilegt round. Þetta er bara akkurat það sem þeir þurfa að gera og er að byrja hérna virkilega vel. Arena Gaming sennilega pínu að koma óvart á móti Klötsina en Klöts á kannski mikið inni. Já, algjörlega, en outlawin ennþá uppi hérna ekki að fara að finna endilega rosalega mikið value á hann þar sem að allir hjá Klöts á full shield en gerir samt ennþá giga damage. Flash hérna inn í Arts, spottar einn player inn í Arts, vita af einhverju presence A en outlawin haggast ekki hérna á Elker. Jumpspotið er gott og næra spotta hana. Brýtur skjöldin, dassar út og smá regroup hérna hjá Klöts þar sem þeir ætla að enda að. Sara hérna fer í rotate frá A-inu inn í middið, spila hérna 3 í kringum midd, óvissar hvað Klöts ætla að gera hérna. Stjörnur niður og Mist veit að eitthvað er á seiði. Nær væsflassinu hérna en ekki með nóg skaða til að fella neitt. Spike fyrir niður. 4 og 5 retakið hérna með minni byssur. Spurning hvort að Klöts munu spila þetta aggressíft eins og þeir gera alltaf. Nær einni, treytin eru fallar hægri vinstri, 2 á 2. Og áskvísir ein eftir hérna. Ekki nóg inni í þetta round en samt sem aður mjög góð bónus. 3 byssur af Klöts og getur ekkert annað verið sáttur ef þú ert að rýna hérna. Nei, algjörlega. 100 sinnum betri byrjun en síðast. Já, náðu líka einhverju shield svona á síðustu 2 þannig að það er fullt af pening sem að Klöts þurfa að setja í þetta round til að koma sér aftur í svipaða stuðu. Sjáum hérna Batt til dæmis ekki með Vandal eða Phantom ákveður að fara yfir í Guardian til að hafa eiginlega allt utilið sitt uppi. Ég sá ekki hvort það var að nota eitt. Hún setti niður veggi sinna annars snemma, jú, sjáum hann á mappinu. En eitt sem að ég er að hugsa hérna ef ég er að spila hjá Klöts er að við verðum að ná slota ef við förum henni í attack. Við erum að spila 3 duelista, við erum ekki að fara að halda hann hinu. Já. Þetta er
svolítið mikilvægur helmingur hérna fyrir þær. Þannig tapa pistol mjög slæm byrjun. En Mist búinn að færa sig hérna yfir á B og kemst ekkert úr Astra sökkinu hérna. Smá klunalegt interaktion en spækir við niður. Það alltaf bara að halda hann að spila aggressíft. Mist með 2 hérna, Lullified hins vegar með treytið og 3 á 3. Gott util uppi hjá Arena og Sara nær einum hérna með Ordnance og þær eru bara 2 inn á longinu. Búin að fá að vita þeim öllum hennar en ekki nóg tími eftir hérna. Sko, ég hugsa samt Clutch í defense ertu ekki bara að pusha út mid og spila síðan bara retake í raun. Þú vilt bara hafa plossið þannig að en viltu spila retake á móti Vice, Teo, Breach og Östru? Nei! Þú vilt það ekki. Þetta er nefnilega svolítið faktina því að þú ert með svo mikið minna util. Þannig að ef að reyna að spila rétt úr agentunum sínum þá er þetta svolítið fucked í agent-select sko, en bara aggressíft push hérna á save roundi frá að reyna að taka bara hérna að main. Það er að fara að lenda í þessu. Það er að fara að lappa í gerðum með smoke. Flashið er gott. Ná, Lullified. Ná 3! Ha? Hvað er í gangi? Alltaf einu breach-flashi. Og Waffly er bara með shorty. Ætluðu augljóslega að spila fyrir orbið en að ná ult á hana. En góður Astra-veikur hérna bara til að halda spike og það er drifti fyrir Arena. Þetta var round. Þetta var round. Hvernig, Áskvís bara með besta blind í sögu Arena Gaming liðsins og taka hérna, þó hún sé ekki löng sko. En hérna, þetta var hrikalegt round síðan, virkilega vel gert, vel spilað, Clutch bökkuðu hana út, voru að búast við þessu, voru bara tilbúnar með lænið í gegnum smókið en Arena Gaming vissu klálega hvað þeir þurft að gera. Rísastórt randina þar sem það er brjóta peningin líka hjá Clutch. Það eru gaman að sjá hvað Clutch ætla að gera hérna, taka mikið mid presence hérna og enginn að spila nálægt að hennu hjá Arena. Smá skrautlegt gamble hérna. Ekki vissum hvort ég myndi gera það hérna en já, kannski voru þeir bara hrættar að lenda í svipu og þær voru að gera. Já, gæti verið. Þú veist, svo sem ekkert heimskulegast að spila retake á móti minni byssum þegar þú ert með þau út og það util sem þú átt. Eða þegar hérna Waffly nær samt treytinu hérna og Elgar er fallinn, Kate líka með ótrúlega gott flank hérna nær Áskvís og eru núna manni fleiri. Jóru ultið hérna spottar Adda. Og bara ult eftir ult hérna, Waffly með 3 í umferðinni og á móti heiminum, right click frá Cloudview, klárar þetta round. Thrifty fram og tilbaka. Já, smá klaufarlegt hérna stakkana á B, gefa bara side og eða þú veist, var samt ekki hugsunin við spilum retake en retake var bara ekki nógu gott. Lent á móti, þú veist, Jóru fekk útið hana, náði byssunni, komst tilbaka, þú veist, fyrir aftan þær. Voru ekki að búast við bara öllum hana í bakinu á þeim. Sem er að vísu mjög auðlalegt að búast ekki við því þetta er hvernig þeir hafa verið að spila allan tíman gegn Arena. Sérstaklega í síðasta leik, þá þegar þeir fengu sæt, þá fóru það bara lengra. Já. Af því að þær geta ekki kontestað þetta utilega séð. Þannig að
kannski smá klaufaskapur að vera ekki meðvitaður það. Utilið þarf að koma fyrir og klíra aðeins nær ykkur. En Elger og Sara fær á aðinu hnífar á Elger. Svingar nær klónanum. En Cloud með gott value úr Phoenix ultinu og Bat sömuleiðis gott lurk þar sem hún nær connector control. Mun klíra allt og þær eru 3 að retaka úr mjög þröngu svæði. Ígar með flassið úti, ekki gáfulegast í heimi. Ekki alveg meðvitað hvað þeir komna djúpt upp, en Sara 1 á móti 3, erfið staða Tíminn ekki að vinna með þér og Clutch komast yfir í þessum leik í fyrsta skipti núna. Aðeins ná snúsu við. Já, algjörlega. Sem svo sem líka bara nauðsynlegt fyrir þær Já, eins og þú talaðir þær eru með 3 duelist. Þótt að þeir myndi spila einhvern fáránlegan defense leik þá er það alltaf erfiðara. Þeir eru alltaf að sitjast í erfiðari stöðum þeir kannski þurfa að vera. En þær kunna að spila þetta og Arena Gaming reyndar að mæta með gríðarlega leik. Spurning hvort við sjáum annað svona, þetta var nú Cave sýndist mér allan hjá þeim. Þetta var pínu Stingar á Peru sem komin mjög djúpt. Nær smá skaðaðinn en tekur ennþá meira tilbaka. Elger búinn að labba upp allt B Klíra bara Jóruklóna, ekkert í efa. Og Clutch kóla bara mjög gott. Bara að áhugaverður veggur sem að svolítið svona anti-Jóru-klón veggur held ég. En þriftín í þessum leik eru bara eitthvað veginn miklu hægt að kaupa byssur. Bara greinilega málið Astralti kemur niður, lokar Bat frá side. Það er bara rönningunni frá Peru bara. Hún var að reloada. Í snæðum hjá Bat þegar hún lappar bara ekki vegg. Ég get ekki tala. Lappar ekki vegginn og nær 2. En tæmaði frá Konna. Pera var svo nálægt í að Clutch þetta round og nær rönningunni ég sé ekki hvort hún pikkaði aðra byssu upp eða hvort hún ætlaði að gera það, en hún fór síðan að reloada. Var hún ekki að taka upp sheriffinn þegar hún dó hana? Ég sá það ekki. Hún var allavega ekki með byssu í hendinni. Það hún var allavega ekki, gæti allavega ekki skotið. Það var einhver klaufaskapur hana, en öll rondin einhver veginn mjög tæp, furðulega tæp öll einhver veginn. Þetta er geggjaður leikur. Mér langar að sjá meira af þessu. Gef mér fleiri þriftís. Sá næstu í 3. þriftið okkar Og bara, hvað með eitthvað gott Clutch Ég vil 1v3 Clutch í öðru liðinu, sko. Það er sama hvort það er. Það er bara, mér langar í meiri spennu. Þetta er geggjað. Höldum við svona áfram. Orð af visku frá Enoch hjá Arena Gaming. Sjáum í þessari umferð hvað hann er að brugga. Vilja greinilega ná fleiri rándum í defense. Já, algjörlega. Ég náttúrulega að spila samt. Ég held að þeir gæti alveg tekið fleiri rounds í að taka en þeir eru að taka í defense, sko. Já, algjörlega, sko, en maður verður svona svolítið að hugsa að þegar timeoutið tekið þá er það venjulega því að liðið er að standa sig verr en að séð fyrir sér á æfingu. Þannig að væntanlega vilja þau vera sterkara defense liðið heldur en þau er að sína og það er ástæðan fyrir timeoutinu. En Vice últið frá Bat, langar mér að segja, já, kemur inn á B-inu og ætti að klíra allt sætina. Elger og Pera er ítt inn í sétið bara. Pera komin upp í heaven. Spike planted.
tekur línu inn á Waffly, nær helling skada en ekki nótla fella neitt. Batt með oppan, tekið niður í 1. Og Utilið fær að fljúa hérna inn á side. 4 á 5, Waffly lág, Batt ennþá lærri. En kill eftir kill hérna frá Clutch og erfitt rand fyrir Elsker, mjög sannfærandi umferð frá Clutch. Já, þetta kannski ekki akkurat það sem þú vilt sjá beint eftir að þú tekur timeout. Ekki endilega nei. Nei. En eitt sem má ekki gleymast er þegar þú tekur timeout þá fær hitt liðið það líka. Já, það er akkurat málið. Spurning hvort að Clutch hafi grætt hreinlega bara meira á því. Vorum svo sem, já, Clutch voru að gera svona alveg nokkur eiginlega mistök sem við höfum ekki venjulega verið að sjá frá þeim til að byrja með, en eitt sem að ég vil sjá hérna núna bara er að Elsker full save fyrir oppa, eitthvað rátt. Já, þú vilt bara sjá Vappand koma út. Og augljóslega var svona Halla átti mjög gott outlaw round á hann, þannig að við vitum að hún getur alveg spila sniper og á mörgum stöðum eru Clutch svolítið pushing their luck, myndi ég segja, með dry-swingunum. Enda þegar þú spilar svona komp þá svolítið þarftu þess. Bara við munum sjá það hér til dæmis. Já, algjörlega. Þar sem að þú getur gríðarlega mikið refsa þessu ef þú ert með oppa á réttum stað. Á vippu og vappi, við allt mappi sko. Ef þau geta aldrei vita hvað hann er þá þurfa þau að klíra öll hot. En Mist ítur í burtu hérna á villisleikutunni sem hún er píkuð, en Sara fylgir fast á hælum. Lullifætt með Elsker hérna á middinu. Það ekki við niður hjá Kate og mjög erfitt retake hjá Rína. Flastir gott, fellir oppan hjá Batt. Sara með annan Lullifætt með gott trade inn úr art. Stunni hérna kemur og Bucky inn á Kate, nei, Peru, en Kate með 2 og bjargið sem oppa. Spurning hvort að maður seiði hennan oppa fyrir defensiðin hann ef þú ert áskvís. Já, ég veit það ekki. Þú vilt ekki tapa þessu rándi en á sama tíma þú vilt Vappan til að vinna restina af rándunum. Já, samt á þessum tímapunkti mjög lítið inn í rándið. Lítill tími, 3 lifandi, tímiðin er á Bucky. Já, ég held að ég skilur bara, þetta er orðið svona pirringu líka bara hjá þeim að vera að tapa á móti Clutch. Új. Eitthvað skrítið fætana þar sem að Waffly flassar tímiðið sinn og Elsker tekur upp 2 frekar auðveld kill. Klaufalegt ult hérna frá báðum einstaklingum þar sem að fætið tekur aðeins á lengri tíma en á að gera. Komin inn í 3v3, Teo ult, Astra ult uppi. Vappin ennþá lifandi. Mega eru að passa sig mikið hérna á sem Vappa. Verður klíraðir hérna. Mjög gott info á Teodrónunum og færir Vappan hérna hinum megin í halls. Tengir ekki og tekur hellingsskaða inn í gegnum hennar vegg. Teomóli hann er ekki bjargandi staða og stikkið hérna frá Söru. Lallu, fight. Það veit hvað þeir eru að gera. Það er easy í æðum Clutch hérna. Lifa upp undir nafni round eftir round. Clutch eftir Clutch. Þetta var virkilega vel spilað hjá Clutch. Einhvern veginn, ég var að búast við að Arena Gaming var að fara að taka þetta round eftir að þau komist þarna 3 inn og voru á mót 2, en Clutch búin að gera ótrúlega vel að finna hérna tempo með 6 round í röð og
ná sér svolítið örugri fórstu hérna. Sama stratt hérna við sjáum áðan á Thrifty hjá hjá Arena, en enginn til að taka á móti þessu núna og þær eru bara komna með B. Batt með mjög djúpt ult hérna. Ætla bara að taka allt svæði í heiminum. Þetta verður mjög mikil brekka hjá Clutch. Munu tryggara vegginn hérna. Og Clutch vita núna að eitthvað að sviði. Flott skot frá Áskvís. Og ultið hérna frá... Nei! Ekki almennilega klírað, en treytið er gott. Og annað treyt frá Clutch hérna. Þar sem að Sara og Elker eru 2 og 3, engin tími hérna. Og við siglum í 9-3 helming. Já. Þið eru álögu á þessum leik, hvað heldur þau? Við tölum svo mikið þetta í síðustu viðuregn hjá Arena Gaming og Golddiggers að ég var byrjað að halda að við værum að sitja álögu á álögum, þannig að þau séu ekki alvöru? Já, þú veist, það er alltaf svo kallað kasterkörsið og það var spurning hvort þú vorum að kasta körsið. Þetta er eitthvað Inception hérna. Já. Kísur á veggnum, mjá, mjá. Það eru duglegar að nota þetta emote. Já. Bara pínupirrandi. Ég elska gott mjálm. Já, ég elska gott mjálm. Þetta er ekki gott mjálm. Stórt fætir á myndinu, Elker, Feld, frekar hratt, allir þau greinilega eitthvað aðsplitt. Not to be, þar sem að nákvæmlega sem þú segir er að gerast hérna og Clutch er að taka svolítið mikið spacen á myndinu. Flott skot frá Mist. Ættu að vita af Cloudy hérna á myndinu líka þar sem hún var stúsið fekkilið, en Waffle bara búinn að labba upp á Mist hérna, ekki alveg nógu meðvitið hvað er að gerast og komið hérna Crunch bara á Arena þar sem þær verða farin á A hérna með væstvegg fyrir sér, ekki staðan sem þú vilt vera í. Lítur í burtu hana, akkurat sekundin er ekki rasta fyrir það, ná hann einum en... Nú skil ég ekki af hverju þær fór ekki bara inn. Þær vissu af 2-3 hana á mitt. Af hverju sem Arena Gaming, af hverju lappar ekki inn á site og tekur það? Væsveggurinn. Það er bara það. Já. Þú hérna prokkar væsvegginn, þá koma hérna Razorvines upp í 10 sekundur. Þú bara fastar hann í 10 sekundur hvort er. Já. Þú þarft að sækja... þessi agent ekki notaði meira? Hann er notaður mjög mikið í dag. Fólk áttaði sig bara ekkert á því fyrir en VCT seasonið núna þar sem hún var bara ógeðslega mikið spiluð. Þar sem þessir Razorvines eru basically bara veggur. Þú veist, þú tekur hvað 80 damage á því lappi í gegnum þetta er upp í 10 sekundur. Þú ert basically ekki með movement speed. Sjáum þetta að fara hérna upp og þú verður bara að respekta þetta. Og annar Razorvine tilbúinn, 20 sekundur af delay og á meðan eru nær. Hleypa bara með flassu úti, Elker ekki meðvituð, ætti hann á einum manna en gera það ekki. Og Kate með kraftaverka killan á Mist eftir hún nær einum. Já, þetta var pínu það sem ég var að tala um. Clutch elskar að spila framalega og gerir það akkurat að búa til space hérna í middinu. Það er í raun bara að treysta á það að þrátt fyrir að Arena Gaming myndi ná öðru sætinu og þær væru búin að gera nógu mikið damage þannig að þær kemist alltaf inn í sætið aftur. En eitt sem að ég sé hérna hjá Arena sem að er svolítið að spila upp í hendunar á Clutch er að þær vilja svolítið vera með mid-presence í þessum roundum en á sama tíma eða það er ekki
að nota mikið sterkari utility til að fæta fyrir mitt og sáum það bara í fyrstu round Elger segi ég dó á móti einu flassi á mitt og núna bara labba þeir upp og fá bara crunch í baki á sér en ætla að taka þess aðeins rólegar núna mist spottar Cloudy flassi kemur út Lullifætt salla róleg bara býður bara eftir lappinu upp Cloudy líklegast tilbúinn swinga á kontakti eða bara vill fæta kannski hugsanlega Lullifætt tilbúinn inn á kontakt á en eitthvað kontaktlega í gangi Mist tekur eina kúlu í gegnum vegginn Cloudy búinn að selja það að sé enginn munu þær cleara Lullifætt ekki að fara að gerast 30 seconds left. Mjög gott feikinn hjá Cloudy Obscuring vision. Þær eru komnir upp á þar áskýst með 1 pick en 10 sekundur á tímanum og spækin ekki í höndum að rýna lítið sem það geta gert í þessari umferð mjög samfærandi clutch umferð og Hvað gerðist? Við vorum að sjá Arena Gaming sjáum hérna þær byrja að vinna 2, tapa 2, vinna 1 eru 3-2 yfir og hafa síðan ekki unnið round síðan það bara greinilega það clutch adaptuðu betur inn í hennar leik og fundu betri glufur hafa nýtt sér mistökin hjá Arena betur heldur en Arena hafa nýtt sér mistökin hjá Clutch Já það bara það sem breytir öllu hérna Clutch lesur bara að lesa leikinn betur bara mittir hann þetta betur Já en sjáum bara full on execute frá Arena Rauðlegt fætina en þeirra með 2 og enginn að passa eins og þarna enginn að horfa í áttina sem að Waffly píkar og skýtur Peru í hnakkan Áskil gripinn í slæmri stöðu hérna sér byssuna hjá Störu og það map No distractions. Já Þetta var eitthvað Defenders win. byrjaði mjög spennandi átti mjög margar umferðir og því lengra sem leiði á leikinn því minna spennandi varðan einhvern veginn Já Arena Gaming bara klálega mistu eitthvað frá sér bara hausinn og greinilega meira og áttuðu sig ekki á því að hvar mistökin þeirra lágu og fundu sér bara ekki leið aftur inn í þennan leik þannig að það byrjaði mjög sterkt Sjáum inn á scoreboardinu Lullifætt ótrúlega sterk ISO-inn færaði mjög mikið value kannski hugsanlega ástæðan fyrir að það var aldrei farið í oppana út af ISO-num Já einhvern veginn spilaði hana einu sinni náð út outlaw-engulinu á ISO-skjöld þannig að kannski var það nóg en ég vona ekki því að það ætti ekki að vera nóg Nei Það eru 4 aðrir agentar sem eru ekki með skjöld í liðinu þeirra Já, það segir mikið ef það einn agent sem eyðileggja allt en það síðan líka alltaf spurningin hvenær koma bönnin inn hvenær má maður byrja að banna agents hvenær eru nógu margir agents þannig að við getum byrja að banna hérna fyrir drafti Sko, ég held að við þurfum að ná 40 agents þannig að það verður hugmynd sko Er það? Já Sko, við getum tekið Rainbow sem dæmi Já FPS leikur, hero based þeir eru með bönn Já með operator bönn Í byrjunin á leiknum voru 20 operatorar síðan komu 8 á ári Ég held að operator bönn hafi ekki komið fyrir á 7. ári Já Hvað er 7 sinnum 8?
þá sjáum við kannski bara eftir svona góð 5 ár eða eitthvað Já. þá byrjar þetta að koma inn Einn daginn. en já, hrikalegu leikur hjá Clutch eru Mjög góður leikur. klárlega ennþá svona öruggara liðið eru þetta er bara, það er fáránlegt að sjá þær spila þær eru svo örugga með sig, eru með svo flott headshot, svo bara örugt gameplay að ég veit ekki hvernig Arena Gaming á að koma sér inn aftur í næsta leik. Nei, en við ætlum að taka stutta pásu og snúum síðan aftur með Split þar sem að Arena Gaming heldur betur þurfa að laga eitthvað ef þær vilja koma sér örugt inn í Grand Final gegn deildameisturum Clutch. Sjáumst rétt bráðar, ekki fara langt. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is
Velkomin aftur í Míludeildina. Við erum 1 mapp hérna inn í Upper Final. Ég heiti Daniel, með mér er Brimar. Fyrsti leikur, ekki alveg kannski það sem við byggust við, miðað við byrjunin á honum. Nei, bara alls ekki. Ég var að búast við í fyrsta lagi, fyrir leikinn var ég að búast við meiri keppni. Byrjun leiksins var keppnin mun betri en ég bjóst við og síðan bara svona datt þetta niður og ég vissi ekkert hvað er í gangi leikur. Nei, þetta var leikur. Þetta var leikur. 2-30 hann í byrjun og staðan 3-3 eftir 60 ránd. Já, þetta, Clutch eru Clutch og það er bara svo leiðis og þær eru bara fáránlega góðar. Standa fyrir nafni. Já, þú veist, mikið af þessu rándi var ekki einu sinni Clutch ránd. Það var bara örugt ránd þar sem þau voru bara með 3-4 eftir og bara tóku leikinn svoleiðis út í gegn. Það var hérna til að byrja með, voru pínu mistök, þær voru einhvern veginn bara ekki alveg komnar af stað, fannst mér, vantaði smá í þetta og hreinlega hjá báðum liðum. Arena Gaming reyndi að byrjaði rosalega sterkt og síðan kom svona 1-1 ránd þar sem ég fannst, 1-1 hluti gætt farið betur. En síðan bara tóku Clutch þetta og bara hlupið með þetta. Það var bara, fórum með þetta heim. Það var bara svoleiðis. Við vonumst eftir tæpari leikinn á Split. Já, algjörlega. Mapp ekki á Clutch en engu síður ekki lélegt mapp fyrir hérna Arena Gaming. Arena Gaming, ég lærði það fyrir 2 vikum. AG. Eða eins og mér finnst þetta skemmtilegast að segja AGAGAGAG með nöfnið þeirra. Það stendur AG. Það er AGAGAGAG. Já, það er svo sannarlega rétt hjá mér. Já, ekki heyrt þetta áður en Nei, finnst það að vera virkilega gott, Vissulega mun örugglega aldrei nota þetta sjálfur. En jú, þú getur svo sannarlega átt við þér þannig. Mér finnst þetta gott, ég áfum að heyra að það... Já, hvað segirðu að heyra? Ok, spálhandskast. Ég var búin að heyra að það er verið næstu búin að gera ARG eða ARG. Arg. Já, það verið geggja líka. Shit. Ég finnst það bara, ég hefur ekki heyrt, þetta er úr SpongeBob, þetta er hérna, hvað heitir það, Mr. Crab. Hann hlægir svona. Nákvæmlega, hann ertu með þetta, þetta er svo gott, Nú er allir annarkvort geðveikt að peppa mig eða algjörlega hatta mig heima, en... Ég held að ég væri bara confused, Ég væri bara undrandi ef ég væri heima núna. Ég er undrandi við borðið, ég veit ekkert hvað þetta tala Já, það er alltaf gaman. Split, ég held að leikur sé tilbúinn. Já. Við erum búin að ræða þetta. Alveg slata. Já. En, ok, Agents. Hvað eru að fara að sjá hérna? Hérna sjáum við Deadlock. Hérna sjáum við Deadlock. Dare I say Yoru? Já, Deadlock, Yoru hinum einn. Og eru að fara að sjá Raze? Eru að fara að sjá ISO? Eru að fara að sjá eitthvað annað? Eru að fara að sjá Phoenix aftur eða hvað er í gangi hérna? Ef að Claudia spilar, þá sjáum við Raze. Ok. Já, Östru hérna, Raze, örgla á báðum hliðum. Er enginn Sage hérna eða? Hvað er í gangi með það? Nei, mér finnst líklega að við sjáum Viper báðum megin. Hvað var það klassiska, þú situr upp Sage veggið mitt og lappar síðan bara burt? Er það ekki bara svona old classic? Jú, mörgum finnst það þægilegt. Ég er persónulega ekki fan. Mér finnst þú fá bara meira value úr því að vera með actually góðan sentinel. Dare I say. Hvað? Út með vegg, út með slow? Já, ég meina, Mist á Deadlock er líka með vegg, sem er
betri og hún með sensora sem að stönna og hún með rechargeable Cs. Hún bara með miklu betra util og Já. sama með Vice sem líka með vegg. Já. Ef þú vilt vera með vegg, veldu þá eitthvað sem með góðan vegg. Að mínum mati. Það ég. Þurfa bara að fara að buffa Sage-vegginn aftur, hann að hann sé bara strax svo sýtur hann upp, þá hann bara full health. Nei, takk. Það ekki hægt að brjóta hann strax. Já, en mér langar bara að geta sjá meiri Sage í kompleikjunum mínum. Það bara gaman. En, ok, við erum komið með hérna, það víst, Yoru og svona, en Omen, Breach. Breach hérna á báðum hliðum, engin Viper. Nei, engin Viper. Þannig að... ekki, Viper samt svona karakter sem að bara alltaf verið að buffa og nerfa bara svona til að reyna lagana eitthvað. Aðalega nerfana, af því að öllum finnst hún einhvern veginn alltaf verið broken. Já, hún ekki búin að sjá mörg buff hérna síðustu ár. Nei. En jú, hún hefur átt sinn stað í mettu í langan tíma og mun halda áfram að gera það á sínum uppum áfram eins og Icebox sem verður inn í mappúlinu á komandi deild. Já, allir mjög spenntir fyrir því. Allir mjög spenntir. Já. Það ekkert leifbúin að skrá sig. Hún kom með ágætis skráningur. Já. Þannig að það verður spennandi. En ætlum að sjá hérna alla leikmenn mætast bara hérna, ná bara 3 strax hérna, neitið beint í Cade, tekur hellingsskada af henni og hér ertu á erfiðum stað ef þú ert Clutch. Ekki með spækin, mist hérna, búinn að labba út, heyrir í misti næstum í skotið hérna en Cade fast á hælum nær treytinu hérna en skiptir litlu máli þegar þú ert ekki með spækin og þarf núna hérna að takast á við allt Arena Gaming liðið. Verður að fá ace í þessum rándi. Höfum séð annað slíkt frá Cade, þannig að ég ætla ekki að afskrifa þetta ránd. Hef gert jafn heimskulega hluti. Stönnið hann úti, nei blast segi ég, nær hausan á Theo sem með skjöld því miður og mjög gott. Skjöldurinn væri ekki annað, þá held ég hún hefði mögulega getað tekið þetta. Nær pikkinu, ef hún myndi ná að swinga áskvís beint eftir það, þá mögulega, en þetta blind var reyndar virkilega gott. Blindið var gott og áskvís lokaði þessu svolítið bara sjálfan, það þurfti ekkert Theo með sér, þannig að kannski breytti það mjög litlu þó að Theo lifði af. En það ætla að færa sig aftur inn í áttina aðeinu, það bara deadlock veggur instant og lítið sem þú getur gert hérna annað en að virða þennan vegg. 5 classics hérna, ert gríðarlega lengi að brjóta hann. Allt tilbúin að stönna hana, mist. Svísið. Og þær eru bara fastar á sem vegg. Tekur allan skaði í heiminum. Og ætla núna bara 3 upp rampin hérna með stönni. Ja, 4 upp rampin. Missnar inn með gegnum smókin hérna frá Heaven. Gott Theo utilínu til að taka þetta svæði aftur. Pera með pick á middinu, Batt lörkar upp middið, í Peru. Þetta round ansi mikið brekka fyrir Clutch hér. Byssunar minni, mannskapurinn færri, en Helga hugsanlega að gefa þeim hérna glufin í roundið. 2 sísar hérna fyrir utan, 20 sekundur á klukkunni, spækin liggur og hér þetta round ekki endilega búið.
Jú, hér er þetta búið. Mist með 4. Mist með 4 en ekki af samfærandi ramd og þetta stemdi í. Klöts gera vel í náttúrulega svara tilbaka á ramp. En ekki nóg. Nei, en ná að eðilega pínu bónusarándi fyrir Arena Gamingina. Smá... Ég finnst það bara að vera leiðileg, bara hundleiðileg staða í peningunum hjá Arena Gaming. Já, samt 3 byssur. Sáum hann að Pera spila bara Ghost, keypti ekki neitt. Á þá hellingspening til að kaupa vopn. Eru 3 byssur þrátt fyrir 2 lífið af. Þannig að hellingur sem þú getur gert úr þessu. Pera kemur svo í rauninni í skemmtilega stöðu með judginum. Ef hann er ekki clearuð. Boombotinn mun náttúrulega ekki gera það, farin inn á site. Það er spurning hvort að þeir fari bara allar inn á siteina. Ætla bara allar inn á site og Pera geti gripið mjög gott timing hérna. Waffle snýr sig við akkurat og Oj! kemst ekki í burtu. Flott skot frá Löllufætturinn á mjög þröngt angle. Og Rítekið hérna kom inn frá báðum áttum. Eiga hérna Vandal. Elker ætla bara að labba inn á site með Vandalinn nær Löllufætt. Keitsar með 2 úr heaven. Og Elker eina móti heiminum. Vel spilaði og Keitana. Virkilega vel gert nær hann að 2 úr heaven og hoppa síðan bara niður til að klára þetta. Já, einmitt. 7 kills á Keit og allar aðrar svona Aðeins högt alltaf eftir. Já, það er bara, þetta er rétt að byrja. En við erum að fá nákvæmlega sömu stöðu og fengum í síðasta leik. Vonandi endar hann ekki eins. Nei, ég er skítræddur núna. Victims are not looking. Arena þurfa bara annarkvort að vinna í umferð eða tapa 2 í röð og þá brjótaði þau örlög. Mistina tekur nokkur skot í áttuna Löllufæ, sér hana samt ekki. Vonar bara að ná að grípa eitt slysað fraggana. Boombotinn klírar meil. Kláti ætla bara að labba henni upp. Timingið er ekki með henni og Áskrís grípur 2 hérna. Stönnið kemur inn en ekki nógu snemma til að einhver geti spilað af því. Kate hérna ekki nógu hugrökk til að labba í 3 leikmenn Arena Gamingin á middinu. Og Klöts kóla bara regroupina smá. Klaufalegt píkarna fór Peru. Tekur hann að fight við Kate sem að er svo sannarlega að skjóta tilbaka í þessum leik. En flassið er gott. Og mail control er gripið hana. Elker með klaufalegt Satchel að sjálfur sér eitthvað í burtu. Og Kate er svo sannarlega að skjóta tilbaka. Kom með 3 í þessar umferð. Batt nær Söru hérna inn í garage og mist 1 á 3. Spækið við niður. Plantað fyrir hvað sem er í rauninni. Kate það byrja virkilega vel hérna en mist með smá tækifæri. Er með ultimate ef hún sér tækifæri, ef hún kannski nær einu pikki og getur notað ult til að búa til 1v1. Alls ekki losable round, winnable round segi ég. Klaufalegt spray hérna frá Batt sem að committa bara í. Kastaði ultinu út. Gerði þetta. Nei! TP hana fyrir aftan hana. Ekki meðvitað það. Kate með 4. 4 á Kate. Holy moly, hún er að skjóta tilbaka. 11 kill! Jak! Þetta er bara... Búm, eitthvað. Þetta er svipuð saga við sáum hérna fyrir 2 vikum þegar Mist tók hérna 11 eftir... Nei, nú hætti að minna maður. 3. Hætti að minna maður. Please. Nei, ég segi svona. En... Nei, Kate að gera virkilega vel. Liðið hennar svona pínu eftir á en Kate bara búin að búa til tækifæri til að finna skotin og er að hitta. Við höfum séð þennan Thrifty áður. 2-2 Thrifty frá Arena.
Það er reyna svipa plan en núna er reissprengjan stór hættuleg. Cláudia nær tveimur hérna, Get Your Egos, Kate með ennanna frakkið, búin að setja bæði Teoju til og Bridgestone hérna á A og það er fá bara komið hérna góa B. Spike planted. Skvísin að reyna tvær í flankinu, bara Sara og Áskvís. En Cláudia samt í leiðilegu stöðina til að taka á móti þeim. Tengir nokkuð skotina í Söru en flott skot frá Áskvís. Hann í gegnum vegginn. One enemy remaining. Tekinn með puttan á enninu. Einhver giga hugsuður hana hjá bara Söru en ekki randið þeirra. Örlögin brotinn, við erum ekki að fara að sjá sama leik á þann. Nei, við erum ekki að fara að sjá sama leiku á þann og núna er eins gott að Arena Gaming fái svo eitt ránd núna tilbaka á þeirra að fara að tapa en ég raun vel gert hjá Áskvís, ná einhverju tilbaka hana, spiluðu vel saman tvær í endan þegar það voru komnar tvær á móti 5, fundu smá tilbaka en það truflar Clutch ekki mikið á meðan þær ná að vinna þetta ránd. Arena Gaming þurfa að finna ennþá meira Svefnspottin sjá smá presensan á middinu. Áskvís að hugsa eitthvað um að últa en ákveður að gera það ekki. Myndin á 4 hérna en þyrfti að spila ein af þessu últi. Þannig að vissulega kannski rétt ákveðin að seifa það en Breach-últi hérna frá Clutch grípur Elger en Sara er tilbúin að hjálpa. Stórblind Sara hérna og Waffly tekur upp auðvelt kill á hana. Áskvísand með killin í Heaven og Elger að skjóta tilbaka inn á side. 2 á 2 og ekki mikið líf á Lullified. Ef þetta Áskvís, viltu nota últið hérna? Já, verður að vinna þetta ránd. Annarkvort últi verður að koma út hérna. Þau eiga 4 últ. Það þýðir ekki að safna últum ef þú ætlar ekki að vinna hann í ránd. Þannig að það verður að koma annarkvort þeirra. En Waffly er að fara að klíra Áskvís hérna og ætlar örugglega bara að hlaupa yfir á A. Nei. Ákveður að gera það ekki og Mist er bara í spawninu þeirra. Hvergi nálagt til að hjálpa Áskvís hérna. Og Clutch stelpurnar hérna klíra CT bara saman. Og þetta verður dýrt ránd til að tapa fyrir Arena Gaming ef ekkert gerist. Nær samt einum, ekki tilbúið fyrir hinn, heldur hann sé Heaven. Waffly. Við erum að sjá frekar mikið af fjörkum hérna. Mjög mikið af hetjuumferðum hjá Clutch. Sáum líka hana til að byrja með eina hetjuumferð hjá Mist. 4 og 4 og 4, hérna bara ránd eftir ránd eftir ránd. Það er alltaf einhver sem að á bara rándið. En spurning hvað Arena ætla að gera inn á seifi. Hún að færa báða initiatoruna og duelistinina á middinu, ætla greinilega að fæta eitthvað djúpt niður, kemur stönnið hana og Cláudia greipinn í teómáli, stíkur hellingsskaða og er ítt allarleið út. Fá alltaf pláss en restinn af Clutch hallast áttina að A, þar sem Pera er einatak á móti með Sheriff. Tengir í hausinn á klónanum, næstan Kate, stórt fraggina fyrir hana og bara Sara með ágætis lörkina. Verður spottuð af Chamber trippi í bak og Bat er svo sannarlega meðvitið og nær 2 hérna. Cláudia með 2 reisult í rándinu. Nei, segi 2
Cloud með pick á Raze-ultinu, 2 Raze-ult í rondinu frá Elku líka og Defender timeoutið hérna frá Enoch. Já, þetta er Sama saga hérna. Þetta er pínu sama saga, já. Við erum að horfa á... Þetta er einmitt það sem þú sagðir í byrjun leiksins að þér finnst að Rýna ekki að vera að nota ultið sín 4 ult hérna uppi. Já, þetta er eitthvað sem ég finnst ég sjá of oft bara í deildinni yfir höfuð. Alveg klárlega. Fólk er bara ekki að nota ultið sín. Þær voru akkurat þannig að 2 með ult, þær voru 2 á móti 2, en jú, Mist var reyndar allt og langt frá. Áskvís hefði hún notað ult þá hefði hún alltaf lent í því að þá hún hefði þurft að bíða mjög lengi eftir að Mist gat fært sig upp. En er það þá ekki bara svolítið vandamál með það hvar hún er að spila? Hvar hún er að taka fight og... Algjörlega sko, sérstaklega það ránd, en ég svona almennt sé það ekki hjá henni finnst mér hvernig hún setur sig upp. Nema bara akkurat kannski post-plant. Ef það er komið plant niður, þá finnst mér stundum vanta bara almennt reynda bara hjá liðinu að vera saman í að koma tilbaka. En vonandi sjáum það breytast núna. Mist er reyndar búin að setja sig þægilega upp hérna þar sem að Klöts eru með 3 og spækið hér. Jump spoti frá Peru tekur eina kúlan í tásuna. Veggurinn á A-brotin á stundinni. Elker heppinn að sleppa hann út. Sleppir ekki shift-takanum þrátt fyrir að þeir vita af henni. Smá skrítin ákvörðun þar. Og sjáum hérna A-executið. Hleypur hann í stun en Lullaby tilbúið með treytið. Vill meira blóð, píkar hann að Heaven. Og sjáum 2 ult hérna. Bara þessara nær að klíra sæl. Enginn að horfa í áttina að Hell þegar þú ert búinn að breach og Theo ult að sæt. Já, þetta var stór og dýrkeypt mistök hjá Arena Gaming, þannig að þetta var ekki það sem við vildi sjá. Mist náði pikki hérna til að byrja með. Pera reyndar datt niður hérna mitt, smá mistök hjá henni, en átti góðan sjens, nýta ultin sín hann að loksins og gera það bara ekki rétt. Voru náttúrulega ekki með full lið, en það eiga samt alltaf að horfa sikur áttina, leyfa sætinu frekar að vera pínu í friði, taka það síðan setja. Lullaby skýtur hann að dróna sem er nú þegar brotin. Áhugavert. Og Pera er bara búinn að labba niður hennar middið. Kate samt vel meðvituð að það sé möguleiki, en hvort að... Wow, hvað gerir saman? Hann er komið fram hjá flassinu, Bat. Tók ég eftir. Elker tekir bara ekki loftun hana, er flössuð og hleypur bara út. Og við líður þess að við höfum þess að sögu áður, Mist 1 eftir hérna á 3 ár. Lullaby, Waffly og Bat, allar standandi. 1 skot í líkama og Bat er nóg. Og ultið hennar ennþá uppi. Búið að vera það síðan í, mér langar að segja annar umferð. Það var svona 2-2 held ég. Staðan hafi verið þegar hún var komið með ultið sitt. Fekk hún ekki 7 kill mjög snemma í leiknum? Já, fekk hún ekki 3 og 4? Jú, hún fekk náttúrulega 4 hana bara í öðru rándinni. Já, þetta er nefnilega bara 7 púnta ult. Já. Hún er búin að eiga það ansi lengi. Þetta er svo öruggt plant hjá Klöts. Ég held að Mist hafi ekki séns þarna og ekki mikinn og algjörlega rétt að planið hérna að seifa bara. Og Klöts kom þar með 7. rándið sitt en að
Þetta er þægileg staða fyrir Clutch og þær spila líka bara held ég mun öruggari leik þegar þeim líður vel akkurat þarna. Sound sensor out. En Listening. Arena Gaming, það vantar eitthvað, það vantar svona kannski bara betra liðspil finnst mér. Vera öruggari á því hvar þú veist, næsti liðsmaður er, takk betri trades. Sjáum það svo mikið hjá Clutch. Að vita nákvæmlega hvar þeir eiga að vera að fylgjast með. Að vita hvað svæða mappinu þær eru ekki með. Eitt sem við líka verðum kannski að taka tillit til er að eitt af þessum liðum er búið að vera að spila saman í árunum lengur heldur en hitt, en entriðin inn á B gott ná tveimur á entriðinu með engum tilbaka og Klati alltaf bara lengra. Flott svingana frá Ástísi en betra skot frá Kláttíu sem að vill bara klára þetta randina. 4 á Kláttíu. Við erum alltaf svo nálægt Ace-inu. Hvenær kemur það? Ég er að vonast til að koma allan 1 Ace áður en við klárum innan leik. En annað timeout frá Enoch þar sem hann notar seinna timeouti sitt í þessum leik. Greinilega mjög mikilvægt að þeir náu 2 rándum inn í viðbót þar sem hann ætlar ekki að eiga neitt timeout fyrir attacker-helming. Já, þú ert samt ekki með í þessari stöðu og ert með leiðilega lítinn séns á að komast inn í þetta. Þú ert undir í Ultimates, þú átt engan pening þegar að kaupa sheriffs og já, ég einhvern veginn sé ekki leiðina inn í 2 rounds í viðbót í defender side hjá þeim. Ég er bara Sko, þú ert, já, undir í ultimatum, en eitt sem við verðum kannski að horfa á er það að þetta Omen ult er ekki mjög stórt ult og það er mjög mikið svona Clutch ult einhvern veginn. Chamber ulti kannski breytir ekki neinu þegar þú ert á 8 ránda winstriki og 9k á all liðið þitt. Þannig að þú getur litið á þetta sem 1 ult hjá Clutch gegn 2 sterkum últum Arena. En já, Mist verður þó að nota ultimatið sitt líka. Spurning hvort við fáum að sjá ultimatið koma út hérna í fyrri hálfleikinum. Þetta er Á hvaða tímapunkti býrðu til play í kringum últið? helst eru búin að fá það. Svona rándið eða 2 eftir. Sjáum hérna hratt take hjá Clutch, bara beint inn á side, örga með sig. Claudia Hættar að bera nokkra virðingu fyrir og hlaupa bara inn út. Jesus. Það er lítið svo sem annað sem maður getur sagt. Þær eru bara... Ok. Ok. Pera? Pera? Pera reyndar ekki með reis útlið? Lítið til hérna. Breach-ulti líka ennþá uppi í neyð. Þetta er ennþá skemmtilegt út. Er störnum hérna ekki meðvituð af Cage backside, eða kannski meðvituð en verður svolítið bara að taka gamblið hérna. Last round before the switch. Já, Við vonuðum eftir meira spennandi leik, það einhver veginn var horta þá til ósk okkar og hrækt á hana. Já, Clutch vilja ekkert hafa spennandi leiki. Það er einhvern veginn ekki þrátt fyrir nafnið, sko. Mér finnst Clutch nafnið, þá á þetta að vera spennandi. Jú, fyrsti leikurum var spennandi, þó að kannski stigatablan gaf það ekki rosalega mikið til kynna að það er jafn. Fyrstu svona 10 ránd, síðan var einhvern veginn bara... Já, það voru nú bara 5 í viðbútt eftir það. Já, ég veit það. Nei, 6. Claudia hérna lendir í Breach-ultinu hjá tímitinu sínum. Loksins kemur Deadlock-ultið, en það er meira bara að þurfa að nota það heldur en eitthvað meira en það og
Sara svara fyrir með einum en mjög örugt rándin á Clutch sem að Switching sides. eru pínu bara farnir að tvöfaldvaffinn á sæt sko það. Já, það er pínu tilfinningin. Þeir eru bara komna með það mikið öryggi núna að þær telja sig bara geta þetta sama hvernig þetta fer og þær eru bara, þær tengja svo gríðarlega mikið. Það er svo erfitt að mæta á móti þessu liði. Sko, þrátt fyrir einhverja litla breytingar hjá þeim. Batt hefur ekkert verið með þeim síðust 3 árin eða eitthvað svo, en flestar aðrar hafa verið hana mjög lengi allavega. En þetta er bara, þetta er lið sem er erfitt að mæta og ég held við þurfum að finna einhvern nýjan hóp bara til að mæta þeim. Kannski fara þau bara í opnadeildina og finna sér eitthvað nýtt þar. Já, þá að Arena Gaming kemur bara með eitthvað surprise hérna í úrslit. Eru bara að geta sína okkur hvernig styrk. Núna skiptir ekki máli hvort að við trúum að Arena getur neina leik. Því að ef að þær trúa því ekki og augaði lítinja Kate er svo meðvituð hana að horfa í flæng. Sara nær samt einum og gott treytina á mist. Spækin er niðri og þetta er rándið þeirra hérna. Þarna hvað það? Þær eru ekki búin að gefast upp. Nei, en þær eru ef að þær trúa, þá skal ég trúa. Þær eru virkilega góðar í pistol round. Ég skal gefa þeim það. Þær eru núna þær eru búin að vinna 3 af 4. Já, 3 af 4 pistol rounds. Það er eitthvað sem þeir gera virkilega vel. Það er að hitta líka bara hausa. Það er bara erfiðar að hitta hausa þegar allt utilið er í andlitiðinu og gæjan er komin fyrir aftæði áður en þú byrjar að sjá aftur. Já. Það er pínu hvernig Clutch bara býr til þessa stöðu. Blænda og eru bara mættar fyrir aftæði áður en að þú sérð andstæðinginn. Mér finnst þær nefnilega ekki vera búin að hitta í hausinn sem þeir geta gert í þessum leik. Nei. Af því að það er svo sannarlega ekki búin að vera algjörlega diffar á utili að mínum mati. Þannig að, já, eða þú veist, við sjáum þetta þá bara öðruvísi. Já, en sko hérna, Gambull-stakkin á B er ekki réttur. Verða að klíra hérna. Nær 2 á frensíinn. Ekki skot tilbaka og fær Vandal hérna. En er störblind og það er sækjan á Vandal tilbaka sem er ótrúlega mikilvægt hérna. Verða drepa ykkur á vonum að Clutch geti unnið þetta round, en þetta eru 2 á móti 2. Þetta er orðið svo tæft. Smóka hérna spækin. Gott flash sem að Waffly er svo tilbúin að spila og Kate stikkar bara hérna. 5 frenzies og Thrifty. Jesús Kristur, Batt opnaði þetta round svo vel fyrir Clutch. Þetta double kill með þetta frenzy var fáránlegt, tók ekki damage á móti og restina liðinu gerði virkilega vel að nýta sér þetta tækifæri og Clutch enn og aftur að sýna af hverju þær eru efstar. Stakina í haus líka. Þetta er ekkert ef ekki óefni. Playið er fallegt en Löllufight bara gerir svo vel að hitta í hausana. Og Mist er 1 á móti 4. Ekki hennar round. Nei, þetta er búið að vera, já, eiginlega bara
langar hreinlega að segja sorglegur leikur með við það sem maður var kannski að búast við. Þetta ég hef eiginlega bara engin orð yfir hvað þetta er. Klödd er bara búið að spila svo gríðarlega flottan leik að já, Arena Gaming bara ekki með svörin og þurfa núna að vinna 10 rounds í röð eða já, 9 í raun til að komast í overtime. Þetta gerir mig bara stressaðan sem þjálfari, sko. Hve ótrúlega vel Klödd að spila. Já, ég líka bara skiptir ekki máli hvernig þær sitja liðið situ. Þær eru alltaf gríðarlega sterkar og við erum að sjá núna Spike down B. finna hérna með Blændi tengir í One enemy remaining. ástvís. tímasetningarnar eru gríðarlegar. Það er einhvern veginn, það er allt að fara með Klödd. Skiptir ekki máli hvað það er. Nei, doubleswingi, þetta er Jóruklóni. Defenders win. Klödd taka Doubleswingi er náttúrulega og lokum leiknum. leiki 13-3. Við fengum eiginlega nákvæmlega sama leik tvisvar í röð sem að er ömurlegt að sjá. Nema það að það er meiri munur á liðunum í þessum leik. Já, þetta var ekki spennandi. Fyrsti leikurinn var alveg spennandi. Rándum Já, var já, tæp já. alveg út í enda. Algjörlega. Og það var miklu meira akkurat svona Klödd moments sem að Klödd nýttu bara virkilega vel og standa bak við nafnið sitt en Við sjáum bara hérna í þessum leik bara full team diff. það er bara ekki spurning. Þetta var bara Þetta aldrei leikurinn sko, hjá Arena. Þetta er eitthvað Miður. sem að við eigum að sjá hjá efsta liði og neðsta liði í deild, ekki efsta og öðru sæti. Nei, Þetta á ekki að vera munurinn á milli fyrsta og annað. Þetta á að vera á milli fyrsta og 10. sæti í einhverju stóri deild. En Arena Gaming hafa nóg til að skoða og breyta til áður en að þau mæta annarkvort Goldigers eða Ravi Hött í næstu viðureign. Eftir 2 vikur. Eftir 2 vikur og við fáum því miður ekki að fylgjast með allavega ekki hérna í stúdíóinu næsta leik. Ég held að það gæti verið skemmtilegu leikur Goldigers og Ravi Höttur þrátt fyrir smá svona kannski ekki alveg jafn góður í keppni og maður bjóst við frá Ravi Hött núna í deildinni. Voru pínu nálægt í að tapa bara á móti Controllers og ekki komast í úrslitakeppnina. En bæði skemmtileg lið og já, ég vonast eftir góðum leik þar og vonast til að sjáum eitthvað mun betra hjá liðinu sem að mætir Klödd þá í úrslitunum þar sem að þær eru komnar alla leið í bara Grand Finals. Já. Frekar örugglega. Spurning hvort að þetta verður Arena Gaming liðið sem mætir í lower finalin eða hvort að þær voru eiga slæma dagina. Þær voru klárlega eiga slæma dagina. Já. Og margar Klödd-stelpunar að vinna ránd, að skjóta bara hreinlega ótrúlega. Það 5 frenzy rándana á röngu gambli og snýst einhvern veginn í 5v3 og þær eru bara einhvern veginn alltaf með yfirhöndina í því rándi og já, þetta var ótrúlegt að sjá frá Klödd. Þær einhvern veginn byggu alltaf til bara, sigur ránd eftir ránd og er eitthvað sem að öll önnur lið þurfa virkilega að bara sjá hvað þær eru að gera rétt, sjá hvernig þær spila leikinn og þurfa bara að læra kannski aðeins meira á þetta. Maður á alltaf að geta lært á þetta. Þú getur alltaf allar stelpunar sem konur sem eru í Erjusei deild geta spila á móti Klödd. Það er algjörlega svoleiðis.
Það bara spurningin eru þær tilbúnar í það, sitja þær metnaðinn í það og eru þær að fara að spila nógu vel saman til að geta barist á móti þessu gríðarlega sterka hóp sem Clutch. Clutch ekki ósigrandi afl. Við höfum séð þær tapa leikjum, þannig að... Já, þær hafa alveg tapaleikjum. Það svo sem örgulega orðið frekar langt síðan þær töpuðu leik. Já, það var á síðasta tímabili. Já, það var ekki tapaleik á þessu tímabili. Töpuðu einu mappi í úrslitunum á síðasta tímabili. Ég held að það sé síðasti leikur sem mapp sem þær töpuðu. Já, síðasti leikur sem þær töpuðu var í riðlinum þá. Þegar það voru best of one leikir. Já, jú. Töpuðu þær á móti Gold Diggers. Já, það ekki? Jú. En, sem að við sáum Arena Gaming vald yfir fyrir 2 vikum að einhverju leiti, þannig að af hverju geta þær ekki unnið Clutch? Þær geta það. Þær þurfa bara að finna sig. Þær þurfa bara að mæta. Já. Þær mættu bara hreinlega ekki í kvöld. Það ekki neitt annað það og leikmenn eins og Kate svo sannarlega margviðstaddir líklegast besta leiðin til að lýsa því. En við sjáum ekki Lotus í kvöld. Nei. Það verður geymt til betri dags. En mér langar að benda áhorfendum á skráningu fyrir opinflokk sem í gangi núna. Getur fundið skráningu inn á Discordin okkar Valorant samfélag Íslands. Heldur getur fundið link af Discordinu inn á Facebookin okkar Valorant samfélag Íslands. Já. Þannig að ef að það eitthvað sem að þú og þínir vinir hafi áhuga á, þá ekki hika við að skrá ykkur. Hvetjum öllu getur leifir að skrá sig. Skráningu verður opin í, mér langar að segja 3 vikur í viðbót. Já, og einhver tímasending komin fyrir þessa deild? Hvenær hún á að vera? Hún mun byrja 1. eða 2. vikuna í ágúst. 1. eða 2. vikuna í ágúst. Apríl. Janúar, febrúar, mars, apríl. Ekki ágúst. Ágúst eftir sumari. Hún að fara að byrja bara núna beint eftir þessa deild. Verður mjög svona kompakt deild. Já. Smá svona pröfa bara. Já, það bara gaman að sjá. Aldrei að vita hvað gerist næsta vitur. Nei, við vorum akkurat með 3-4 deildir í gangi þegar þetta allt byrjaði, sem var mjög gaman að sjá. Ég vona bara að fólk sé að fara að mæta þá bara hreinlega aftur í deildina og svona. Dusta af gaman Valorant skilunum sínum. Já, þú sér mig allavega aldrei spila Valorant, held ég, ekki á þessu leveli. Ég spila leikinn ekki mikið sjálfur, sko. Nei, þú veist samt alveg greiðlega mikið hann. Maður reynir. Já, en það fyrir þetta plan þá útsending aftur eftir 2 vikur. Það við getum fengið að sjá mig reyndar í næstu viku á föstudegi í Rocket League útsendingu. Þannig að þið viljið sjá meira mér, það bara endilega, en... Ætli fólk mun ekki sjá meira þér eftir 2 vikur líka? Jú, það geti alveg vel verið. Þið losnið ekkert við mig, sko. Það ekki hverfandi líkur á því að bæði ég og Mist getum verið að keppa næsta föstudag. Já. Það passar að það Gold Diggers og Arena Gaming. Við vitum allavega að Mist verður ekki það sem að hún sjálf að spila eftir 2 vikur. Ég get ekki annað en vonað að ég verð. Já, akkurat. Þá mæti ég bara hérna með Leo. Það verður alltaf gaman. Það alltaf partí. Já, alltaf stemming. Alltaf stemming hjá okkur. Full aflýs. Þú ert ekki aflýsa lengur. Hæ? Þú ert ekki lengur í aflýsa. Þetta orðið þitt gig. Þetta orðið mikið. Ég held að ég myndi fara í svona hálfgerða aflýsingar hjá Rocket League líka. Ég heila að byrja að gera allt þar líka. Þannig að maður veit aldrei. Kannski sjáu þið mig bara út allt. En til að tala meira Valorant þá, já, það 4 vikur í finals. Við sjáum 1 leik ekki núna sem að verður á milli Gold Diggers og Ravi Hötur. Já, spilast núna á mánudaginn. Já. Og síðan 2 vikur, þá mætum við aftur í stúdíóið, verður gaman, verður vonandi mun skemmtilegur leikur en það sem við sáum í kvöld. Og já. Við getum allavega gefið það loforð núna að þið munum annarkvort sjá mig eða Mist í úrslitum.
Já. stúdíó. Já, verður það ekki bara Leo með öðrum ykkar eða eitthvað svoleiðis? Kemur í ljós. Já. Ég held að vilja allir sjá Leo, sko. Það elska allir Leo. Sjáum til hvernig það verður. Já, ég allavega, mér varst mjög gaman að sjá hérna í útsendingu. Hann náttúrulega byrjaði að lýsa fleiri hlutum líka og útsendingu daginn þar sem að Valor samfélagi kom og peppaði hann upp. Þannig að En við erum kannski samfélagið mjög skemmtilegt en við erum komin í eitthvað smá algjörbull út fyrir okkar mörk hérna en við ætlum bara að fara að ljúka þessar útsendingu í kvöld og sjáumst eftir 2 vikur með æsispennandi leik Arena gegn annarkvort Huts eða Gold Diggers. Takk ykkur fyrir áhrifin. Ertu klár í slaginn? Vandaðar leikjavörur frá þekktustu framleiðendum heims fást í tölvulistanum. tl.is